Þórunn Erla Valdimarsdóttir, velkomin. Sko, nú hér stúlka með höfuð. Þú ert áður búin að skrifa stúlku með fingur og stúlku með maga. Og þar varst að skrifa formæður þínar, þú varst að skrifa móður þínar dálítið mikið í síðustu bók. En hérna ertu að skrifa mest sjálfa þig. Já, ég held að sem sagnfræðingur og skáldsagnahöfundur þá get ekki gert betra fyrir sagnfræðingaframtíðarinnar og jafnaldra minn og alla sem eru forvitnir tímabilið en að lýsa þessu stórkostlega skrýtna, horfna tímabili. Maður orðin svolítill dænasór. Það hefur svo ótrúlega mikið breyst heimurinn síðan. Sko, þú ert náttúrulega að skrifa það mikið hippatímann. Já, ég ægilega sárir því hvað hippatíminn fær alltaf slæma útreið og einkunn. Sérstaklega þeir sem eru aðeins yngri en við alltaf að reyna til dæmis Hallgrímur Helgason dissa hippana og þykjast vera önnur kynslóð en í raun og veru eru hipparnir þeir fyrstu sem ég kannast við í mannkynssögunni Renaissance. Þetta bara menningarblöndin sem á sér stað og þetta bara ein af mörgum rómantískum frelsisbylgjum sem hafa gengið yfir vestræna menningu. Já. Þannig að ég á sjálf bara erfitt með orðið hippi því það búið að skýta okkur svo út. Að ósökja, að vísu stofum okkur ekki íslenskir hippar, við stofum okkur engan veginn í því sem efsta baugi sem náttúruvernd og þar kenni ég Shepherdum að hafa sögt hvalskipunum. Já. Það mátti ekki vera grænmetisæta eða segja neitt grænt síðan. En sko, já, rómantísk frelsisbylgja, það einmitt sko, ég tek bara eftir að fórsíðinu þá nektarmyndaðir. Já, ég gat ekki verið minni maður en mamma úr því ég setti nektarmynda henni sem sýnir að hún var af annarri frelsiskynslóð. Fólk á Vesturlöndum gat ekki verið með fínni frelsisyfirlýsingu gagnvart kynbælingum kristninnar en að taka að sér nektarmynd og fara á nektarbaðstrendur sem voru vinsælar á millistríðsárunum. Það frelsisyfirlýsing. Það hét þarna fyrir að Free the Nipple og ég segi bara frelsum haus og daus, það virkar þannig. En segðu mér, sko, þú ert náttúrulega líka að rekja benskuðin og það náttúrulega sagan af því hvernig, sko, þú elskar pappa þinn en hann mikill gleðimaður og finnst gott að fá sér neðan í því. Mamma þinn fær hræðilega sjúkdóm. Þú ert að lýsa þessum æsku árum þínum, þessum þú ert að elst upp í hópi, sko, margra systkina. Já, það var í öðru hverju húsi bara stóri barnahópar. Og já, ég held samt þó ég hafi fengið spörk, ég nú fegin að hafa fengið spörk. Að því maður verið sterkari ef maður fær spörk lítill. Það líffræðilega sannað og eiginlega svo margir áttu alls konar erfiðleika í bensku. Ég tel mig hafa verið forréttinda mann, lukkubarn íslensks samfélags, ódýr námslán, gat farið í 2 námsferðir erlendis sem ég segi frá, meira að segja til Mexíkó með lúxusnámslán, vissi ekki þá hvað var ódýrt að búa í þriðja heiminum. Og síðan hef ég fengið laun til að skrifa 22 bækur og ég áttaði mig yfir hitti Kana í fyrra, ég fór 7 vikur í Mexíkó til að rifja upp í fyrra. Fólk, ljóðskáld og rithöfundar góla þegar þeir heyra að við hér á Norðurlöndum fáum fólk greitt fyrir að skrifa og ég vil, það náttúrulega bara bókaþjóð sem horfir á hana þátt en ég hef ekki skrifað en einustu bók án þess að fá styrki. Ég ekki eina sem duglegu sem verkfræðingur á daginn að skrifa skáldskap á kvöldin. Við erum ekki öll þannig. En segðu mér aðeins frá foreldrum þínum. Það hjálp, núna eru allir að reyna að ala börnin sín upp þannig foreldrarnir verða að vera sammála. En ég var svo heppin að ég foreldrar sem voru mjög ólík og voru mjög ósammála. Pabbi kenndi mér svæðið með bænum meðan mamma söng bara, hún var heiðin og söng bara hísk söngleg og svona barnagælur og íslensk og þau voru alltaf ósammála og þá læri maður pínlítill svolítið meir heiminn og það verður líka svona hluti af því að byggja sér skjöld. Já, en þau skildu svo. Já, og þetta eiginlega fyrsta kynslóð sem skilur. Áður létu konur bara yfir sig ganga og þá kallinn átti barn hér og þar og þeir hafðu engaleyfi til lauslætis og svona þetta ennþá í mestöllum heiminum. En þarna var komin, mamma skrifaði fyrstu, hún skrifaði ritgerð í afmælisblað MR og kvenréttindi
og var fyrsta kona sem hætti ekki í menntaskóla þó hún var ólétt. Þannig að hún gat náttúrulega ekki annað en eftir mánuð þegar pabbi, ég heyrði þetta, segist elska hina konuna og ekki geta hætt að hitta hana. Þá var komin ný kynslóð kvenna sem sagði út með þig. Já. Og þetta voru konur sem fyrsta kynslóð konur sem voru með barnahópa fráskildar. En þú skrifar þessu bók og gefur út á árinu sem að þú missir manniðinn, hann Eggert, sem að við höfum fjallað í þessum þætti og var gestur hérna og einn mætasti og merkasti sagnfræðingur Íslands, og við vitum að þið voru náin og stöddu hvort annað. Já, það var það besta sem ég var komin halva leið með bók, og það var það besta sem að ég hefði getað haft að gera. Það heitir eitthvað að vinna í sjálfum sér. Að ég, í sorginni þá gat ég komið mér á lappir og farið að skrifa og glemt mér og hugsað og fundið byggingarefni í sjálfri mér. Með því að rifja stelpuna barni sem ég var og skrifa mig í gegnum þetta, og þetta búið að vera dásanlegt ekoflip, og ég mæli með að allir fari að leita gamlum bréfum, og ég er sterk í sorginni af því að ég fekk ágætis spörk þegar ég var lítil og raskell og allt þetta, og ég það hjálpaði mér að vera sterk í sorginni, að geta að hafa þetta verkefni og geta horfið inn í sjálfa mig, af því að nú er ég að halda ég heyrði svo fallegt í kvikmynd nýlega, maður verður að lifa áfram eins og sá dáni lifi enn, maður verður að halda reisn, og svo heyrði ég aðra setningu, að því ég er eins og gangandi sjálfshjálparbók alltaf að reyna að peppa mig upp og var ekki að skæla. You can't face the future if you can't see it. Svo ég bara farið til Gíneu, Conakry með dansofnum mínum, og Sigrún Jónsdóttir kirkjulistakona sem ég skrifaði ævisögu hennar aldamótin, hún sagði að maður verður að setja upp stóran vef. Já. Og maður verður að allir sama hvað aldri, sama hvað maður langt niðri, maður er alltaf að sjá fyrir sér eitthvað fallegt í framtíðinu, og þá er ekkert mál ein jólabókavertíð að koma hinga og tala við þig að því ég er að fara í svo svakalegt land, alveg skítrætt. Það er verið að koma eitthvað Þórunn.